Ég er góði hirðirinn, segir Jesús, og við vitum það að hirðis hlutverkið hefur verið hlutverk sem að þjóðir Gamla testamentisins og Nýja testamentisins þekktu vel og gamla íslenska landbúnaðar samfélagi þekktu vel líka. Góður hirðir, gætir, varðveitir, passar. Ég er góði hirðirinn, segir Jesús, passa alla, er nærri öllum. Og ég fór að hugsa það í hádeginu þegar ég var að íhuga þetta með góða hirðinn, að þá rifjaðist upp fyrir mér draumur sem að mig dreymdi í nótt, líklega undir morgun, og mér fannst ég vera kallaður til starfa til þess að hjálpa vegna COVID-verunar og mér fannst alveg sjálfsagt. Og ég var kallaður til starfa á einhverju stofnun sem að gætti að fólki. Og svo þegar ég kom þangað í draumi, þá fann ég það að þetta var hópur sem var 10 til 13 ára gamall. Þetta voru sem sé börn og þetta var einkennileg stofnun. Og ég uppgötaði að þetta var ekki stofnun sem var fyrir þau börn sem voru útsett fyrir koronaveiruna. Heldur var þetta stofnun, vörslustaður fyrir börn sem voru sérstök með einhverjum hætti. Sérstök vegna afburða gáfna eða hæfileika sem þurfti að varðveita ef að allt færi nú á versta veg. Sem sé þarna var verið að velja út börn til þess að passa sérstaklega upp á. Og þegar ég gerði mig grein fyrir því að það var ekki manngildið sem var verið að verja, heldur eitthvað sérstakt, það var eitthvað úrval, einhver yfirstétt, einhver sérstakur hópur sem átti að passa upp á, þá vildi ég ekki lengur vera að störfum, þannig ég hætti. Og ég held að þetta með góða hirðinn, það sé raunverulegt núna við þessar aðstæður. Hvernig ætlum við að hugsa fólk? Ætlum við að hugsa alla út frá manngildi? Eða ætlum við að hugsa einhverjar mjög undarlegar hugsanir það að við þurfum að velja út fólk og láta það ekki gjalda eða njóta manngildisins, heldur einhverja undarlegra ástæðuna úrval fólks. Ég er góði hirðirinn, segir Jesús, og góði hirðirinn passar upp á alla. Og á þessum tíma þá þurfum við að virða manngildi og helgi allra manna, vernda alla menn, nær og fjær. Jesús sagði, ég er góði hirðirinn, og það þýðir, hann er leiðtogi allra.